Á síðasta ári heimsóttu 100.000 gestir Jarðböðin í Mývatnssveit en fyrirtæki hefur verið í stöðugri sókn síðan það opnaði dyrnar fyrir 10 árum síðan. Það er þó miklu lengra síðan fólk fór að nota heitt jarðvatn til baða hér í Mývatnssveit. Gufan hér í Mývatnssveit hefur alltaf verið og var raun og veru komin hérna áður en maðurinn kom. En það er til í Íslendingasögum sögur af því að þegar biskupar landsins fóru eins konar pílagrímsferðir í þvert yfir landi til að komast hingað í gufubað. Og þannig eiginlega kveiknar hugmyndin. Þeir fundu sprungur og hella hérna í sveit og grófu sig í sandinn og trúðu því að sandurinn hefði þennan lækningamátt og vitið nokkuð þeir hefðu rétt fyrir sér. Og þar til að tóku sér saman hérna 4 menn hér í sveit og voru með þessa hugmyndum að vera með böð. Og þegar þetta byrjaði þá var þetta mjög frumstætt og menn voru að skipta föt, fara út í bíl og hlaupa ofan í heitt vatni. En svo smá þannig hefur þetta þróast þannig að breytingin er gríðarleg frá þeim tíma. Og Jarðböðin fagnar sem sagt 10 ára afmæli núna og það hefur mikið breyst í rekstri jarðbaðanna á þessum árum. Já, það er ansi margt. Fyrir að fyrsta er náttúrulega bara aðsókn. Hún hefur farið úr 30.000 og upp fyrir 100.000. Það er búið að stækka byggingar hérna í 2 áföngum. Og hérna við erum alltaf að vera þekktara nafn hérna í sveitinni og líka bara gagnvart erlenda ferðamannum og það sýnir sér best í aðsókn. Þannig að ég myndi segja að það verður svona mesta breytingin. Við erum honum þekktara vörumerki. En þessi aukna aðsókn, kallar hún ekki á stækkun? Jú, óneitanlega þá gerir það. Við erum að upplifa mjög stóra daga á háanna tíma í júlí og ágúst sem að við höfum einfaldlega þurft að hleypa fólki inn í hollum. Sko ef við getum dreift þessum 100.000 manns rúmlega yfir allt árið þá væri þetta ekki vandamál. Þetta sýnir sig að öll þessi messatrafík er að koma yfir sumarið. Og ef við ætlum að halda upp í sama þjónustig og upplifun þá þurfum við að bregðast við og við þurfum að stækka aðstöðuna. Þó svo að lónið sjálft ber þetta mjög vel. Nú er Bláa lónið líka að fara í uppbyggingu. Þeir eru að fara að byggja lúxushótel og einmitt kannski svolítið að stíla inn á þessa lúxusferðamennsku. Hafið þið hugsað ykkur að fara líka í þá átt? Nei, ég held að það sé ekki svona okkar markmið að fara í mikinn lúxus. Við erum svona, eins og margir segja, svolítið svona sveitó og við viljum halda í það. Við viljum halda í tengingunni náttúruna og náttúrulega þennan stað. Þannig að þessi lúxuspæling, hún er allavega ekki upp á teikniborðunum og freka bara að reyna að halda þessi í þeirri mynd sem er í dag. Hver myndir þú segja væri stærsti munurinn á Bláa lóninu og Jarðböðunum? Þið eru nú oft borin saman. Já, hann er heilmikill. Fyrir að fyrsta náttúrulega staðsetning og náttúrulega gestafjöldi. Við erum að fá rúmlega 100.000 meðan að Bláa lónið er í rúmum 700.000. Þannig að það má segja að allir þeir sem koma til landsins fara í Bláa lónið. Við förum ört stækkandi í þessum tölum og já, við munum sennilega seint ná þeim en það er það ekki okkar markmið endilega en bara halda góða þjónustigi. En munurinn er fyrir utan sama lit á vatninu er að Bláa lónið er sjór, gamall sjór sem hefur sígast í gegnum hraunið á Reykjanesi og er komin aftur upp og í Bláa lónið en þetta er ferskvatn, þannig að hér er ekkert salt. Þannig að það er svona megin munurinn á vatninu sem slíku. En við náttúrulega státum okkur gríðarlega af útsýninu hérna. Þó svo að útsýnin sé ekki erfitt að sjá það akkurat núna út af gufu og að kalt úti. En þá hefur við alveg einstakt útsýni og erum mjög stolt af því. Upplifun að koma hingað til að mynda vetur til þegar allt er í kafi snjó og mínus 15 gráður úti að vera með stjörnubjartan heiminn og norðurljós. Það er ekki afleitt. Það er frábært. En þessi áform virkjun í Bjarnarflagi, mun það hafa einhver áhrif á ykkar starfsemi? Já og nei. Hún mun ekki hafa neina sjónræna áhrif á okkur eða mengun og völdum einhvers konar hávaða eða slíkt. Jákvæða áhrifin eru að gefa okkur mjög líklega möguleika á meira vatni. Og það væri bara kærkomin bót að fá meira vatn til þess að móða úr og það myndi styðja það að við getum haldið öll lóninu í kjörhitastig líka yfir veturinn. Eins og staðan í dag að þá ráðum við ekki við að halda öll lóninu í kjörhitastigi og við skiptum því í tvennt í vetrartíman.
veturinn gengin í garð og við erum stödd hér í miðri viku en það samt sem áður nóg af fólki hérna, 2 rútur hérna fyrir utan og fullt af einkabílum. Þetta alltaf svona? Ekki alltaf, nei. Veturinn að stækka og það sá tími ársins sem við höfum pláss fyrir meira fólk í þeirri mynd sem við erum í dag. Og vetrarferðamennska að stækka á Íslandi hvar sem þú lítur niður í hvaða sveit sem Og núna heitir það þannig á að við erum með 2 eða jafnvel 3 rútur sem komum frá Norrænu. Þeir eru öll að koma í gær en voru smekið við veðrið og þeir eru aðeins brenndir af svona vetrarævintýrum hérna á Íslandi, sökum ófærðar. Þannig að þeir ákveðu að koma hingað í dag og voru í samskipti við mig þess efnis og ég sagði þeim að hafa ekki mikla áhyggjur vegna þess að veðrið ætti að vera vest á Norðvesturlandi. En þeir tóku þessa hæð í pólinn og eru hér í dag. En nú þú nýkomin hingað í Jarðböðin til að stuð síðan þú tókst við þessu starfi. Hvernig kanntu við þig? Ég kann rosalega vel við mig. Ég kynnist Mývatnssveit í gegnum fyrra starf sem guide og leiðsögumaður og mér var einstaklega vel tekið hérna af öllum og ég hef fundið hvatningu og hérna í sveitinni og mér vel tekið og minni fjölskyldu og hérna þetta rosalega skemmtilegt starf. Maður í öllu. Þetta mjög krefjandi starf en það sem efst í huga mínum þetta skemmtilegt.